Fyrstu stúdentarnir voru brautskráðir frá Menntaskólanum í Hamrahlíð við hátíðlega athöfn hér í skólanum í júní árið 1970. Sjónvarpsmenn voru viðstaddir þennan sögulega atburð. Við skulum líta í gullkistuna. Salurinn var þéttsetinn gestum og verðandi stúdentum þegar athöfnin hófst og eftirvæntingin leyndi sér ekki. Guðmundur Arnlaugsson, rektor, bauð gesti velkomna og gerði síðan grein fyrir skólastarfinu. 120 luku prófi þá vorið og voru það fyrstu stúdentarnir frá Menntaskólanum við Hamrahlíð en skólinn var stofnaður árið 1966. Þegar rektor hafði gert grein fyrir starfseminni í vetur kom að því að hann afhenti fyrsta stúdentinum frá Menntaskólanum í Hamrahlíð prófskírteini sitt. Við tökum þetta eftir bekkjum og stafrófsröð og byrjum á okkar klassísku máladeild, 4. bekk A. Og þar fyrst á blaði stúdent Aldís Unnur Guðmundsdóttir. Nú gjöra svo að koma. Gjörðu svo vel og óskaði til hamingju. Eftir að fyrsti stúdentinn frá skólanum hafði veitt prófskírteini sínu viðtöku afhendi rektor öðrum í stúdentum skírteini sín og óskaði þeim til hamingju. Þetta dúksinn á stúdentsprófinu á Menntaskólanum í Hamrahlíð, Selma Guðmundsdóttir í latínudeild en hún hlaut 9,46 sem jafnframt hæsta einkunni við skólan að þessu sinni. Og okkur tókst að hafa upp á fyrsta stúdentinum frá MH, Aldísi Guðmundsdóttur, íslenskufræðingi og sálfræðingi sem nú kennir við MH. Og dúksinn öll 4 árin í skólanum, Selmu Guðmundsdóttur píanóleikara. Ég ekki hvít eins og þegar, ég allir hvítklæddur, nú ég. Já, þú sagðist að það verið í bláum kjól. Hvernig var að vera fyrsti stúdentinn sem var brautskráður? Ég held að ég hef kannski ekki gefið því mikinn gauma á þessum tíma en þetta hefur oft borið á góma síðar og ég hef nú iðulega gortað því að þetta sé kannski helsta afrek mitt á frambrautinni að hafa verið fyrst í stafrófinu í fyrsta útskriftar árgangi MH en það var í sjálfu sér bara ánægilegt og bæði Guðmundur Arnlaugsson rektor vildi oft gera mér eitthvað sérstakann sóma út af þessu og líka Örnólfur Thorlacius sem síðar var rektor en það vildi eitthvað neginn þannig til að ég var alltaf eitthvað óskaplega upptekinn þegar þeir vildu boða mig á útskrift. Ég var í námi erlendis eða í prófum í háskólanum eða eitthvað slíkt. Varstu ákveðin í því á þessum tíma hvað þú ætlaðir að verða? Nei, ég myndi nú alls ekki segja það. Mér langaði mest til að fara í læknisfræði eða lyfjafræði en maður var einhvern veginn stúlkur af minni kynslóð og við vorum einhvern veginn aldar þannig upp að maður ætti að hafa svona það að baku eyrað að maður þyrfti bæði að sinna fjölskyldu og starfi og ég verð að játa það að ég sem sagt gugnaði á læknisfræðinni þess vegna. Þetta var mjög óskaplega hátíðleg stund og náttúrulega hjálpaði mér svolítið að rifja upp að sjá þannig Lillebúk aðan en þetta var mjög ánægilegu dagur og eiginlega líka bara allt í kringum þetta. Þetta var svona eins og margra daga hátíð eiginlega kringum þessa útskrift, ég man aldrei vel eftir því. Þú fórst á kafi í tónlistanámi líka en samt varstu dúks í Menntaskólanum. Hvernig fórstu að þessu? Já, ég hef nú aldrei gert mikið úr þessum námsafrekum mínum. Ég var reyndar alltaf dúks í skóla, vandist ég bara frá byrjun. Ég segi stundum, ég held ég hafi fengið svona góða einkunni að mér fannst ég aldrei kunna neitt fyrir ég kunni allt sko, ég held að það var kannski verið, það vant einhverja námstækni. Hvernig fannst þið nú að sjá þessa ungu stúlku þegar þú ert að sjá þetta í fyrsta sinn núna síðan þarna 1970? Já, þetta kom mér svolítið óvart sko, mér fannst ég nú ekkert vera neitt, mér fannst nú vera hálf þreytuleg satt sér. Við höfum kannski verið að skemmta okkur svona mikið þarna dagana undan. Aldís og Selma voru bekkjarsystur í MH og hafðu áður verið saman í gagnfræðaskóla Kópavogs.
En skildu þær halda sambandi en þann dag í dag. Við erum ennþá saman í saumaklúbb svo við þekkjumst svo sannarlega, já.